Það eitthvað svo undarlegt sem að gerist í kristilegu samfélagi, og þá ég að tala íslensku þjóðina. Þegar fólk fer að tala saman andleg málefni, að þá eru ótrúlega margir þeir á meðal þeirra sem að er að ræða, sem eru samankomnir hverju sinni, sem skilja ekki boðskap Biblíunnar. Þeim finnst þetta vera gömul bók, jafnvel skrudda, þjóðsögur, eitthvað sem að við þurfum ekkert að taka mark á. Og ég átti tal við yndislegt fólk á dögunum. Konan hafði hlotið kristilegt uppeldi. Maðurinn var ekki eins trúaður. Jú, þetta góður maður, virkilega góður maður. Hann vill allt gera fyrir alla, svo elskulegur, broshýr og jákvæður. En mér virtist að þessu samtali að hann skildi í raun og veru ekki hvað synd og hvernig við öll getum verið syndarar. Og þess vegna það að yfirskrift erindisins í dag, hugleiðingarinnar, sú sannfæring mín að við erum öll syndarar. Það alveg sama hver þú ert, hversu kristinn þú ert, hversu frelsuð manneskja þú ert. Þú ert syndari og ert í þörf fyrir frelsara. Með þessum inngangi þá bið ég ykkur að hafa það mjög hugfast að við erum öll syndarar. Því það sem mikil hætta á að fólk muni hugsa sig svo, hann Steinþór, hann svo harður og dómharður. Hann sagði þetta og sagði hitt og svo framvegis. Og þá hef ég verið að vitna í orð Guðs. Eins og það sé ekki yndislegt og gott orð eða góður boðskapur. Við erum í þörf fyrir syndara vegna þess að fyrstu foreldrar mannkynsins synduðu. Og hver var syndin? Að trúa ekki á Guð. Það að segja að treystu. Þau treystu honum ekki. Skaparinn sagði við þau ekki snerta, ekki taka. Ekki vegna þess að ávöxtur skilnist því að góðs og ills hafi verið eitraður, alls ekki því að allt sem Guð skapaði var fullkomið, okkur sagt í orði Guðs. En það var óhlýðni sem var til þess að syndin var til á meðal manna. Og þegar ég í dag ætla að leiða ykkur í gegnum smá biblíurannsókn á viðkvæmu efni, þá bið ég ykkur umfram allt annað að hafa umburðarlyndi við mig og minnast þess að þetta allt orð Drottins sem ég vitna í. Og það ekki verið að dæma neina og alls ekki verið að segja að aðrir séu glataðir en að bara við séum frelsuð. Því það bara ekki rétt. Guð á sér margan gimstein þann, eins og var það ekki Bóli Hjálmar sem sagði það, sem glóir í mannsorpinu. Við erum öll í sama báti, vinir. Við erum öll syndarar. Og ég ætla að byrja á því að fá hérna upp á tjaldið texta þar sem að við lesum í orði Guðs eins og það var á dögum Lóts. Menn átu og drukku, keyptu og seldu, gróðursett og byggðu, en daginn sem Lót fór úr Sódómu rigndi eldi og brennistein af himni og tortímdi öllum. Eins mun verða á þeim degi mannssonurinn opinberast. Síðustu orðin eru fyrirheit og loforð Drottins sjálfs. Það sem hann segir þetta í Guðspjöllunum, að hann muni koma aftur, mannssonurinn, og þá muni líf á jörðinni vera svipað og á tímum Sódómu og Gomorru. Svo ástandið í dag í raun og veru skelfilegt þegar við lítum á trúalegt líf, jafnvel þeirra sem játa kristna trú. Því að ef við lesum í orði Guðs hvað flokkar sig synd,
og hvað ekki, að þá mikið af því sem við kristið fólk gerum synd. Og við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. En við skulum halda áfram. Munið þið söguna í spádómsbók Jónasar sem að finna þarna í Gamla testamentinu. Guð sendi Jónas til Nínive borgar, þar sem núna nokkurn veginn þarna Írak, Íran og svo framvegis þessi land, og hann átti að prédika fyrir þeim að þeir væru svo syndsamlegir að Drottinn sá sér ekki annað fært en að eyða þeim öllum. Og Jónas var ekki aldeilis á því að fara. Hann skildi ekki eðli syndar, hvað synd snerist. Syndin uppreist gegn skaparanum, gegn kærleiksríkum Guði. Og Guð þurfti að grípa til sérstakra ráðstafana til að koma vitinu fyrir Jónas og senda hann, koma honum alla leið til Nínive. Og svo fór sem Jónas óttaðist að þegar hann færi að prédika yfirvofandi tortímingu fyrir íbúa Nínive, þá yfirlöðust þeir synda sinna og þeir sneru sér til Guðs og gerðust lærisveina Drottins. Og Guð hætti við þessi áform að útrýma hinu illa. Okkur stundum innanbrjósts eins og Jónasi. Nú á dögum okkur þannig oft innanbrjósts. Við erum hrædd við að tala við aðra synd og hvað syndin leiðir til. Svo í dag þá vil ég hugleiða með ykkur mjög stuttlega hvað syndin og til hvers hún annars leiðir ef að við ekki iðrumst synda okkar. Mér finnst alveg bráðnauðsynlegt að fjalla þetta efni í dag vegna þess að síðan meir á þessu vetri þurfum við að takast á við efni og spádóma og viðburði sem Biblía segir okkur muni gerast í loftímana, og þá eins gott að við höfum lært að gerast lærisveina Drottins í tíma. Og